Margir hafa tekið sér fyrir hendur að rekja sögu þeirra viðburða gerst hafa meðal okkar. Samkvæmt því sem þeir menn hafa flutt okkur frá öndverðu voru sjónarvottar og urðu þjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostgæfilega allt þetta frá upphafi og réð því einnig af að rita samfellda sögu fyrir þig, göfugi Þeófílus. Svo að þú megi ganga úr skugga sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst um. Á dögum Heródesar konungs í Júdeu var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría af sveit Abía. Kona hans var og af ætt Arons og hét Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu réttlát eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elísabet var óbyrja og bæði voru þau hníin að aldri. Eitt sinn röðin kom að sveit Sakaría og hann þjónaði sem prestur í musterinu, þá féll það í hlut hans samkvæmt venju prestómsins að ganga inn í musteri drottins og fórna reykjelsi. En allur fólksfjöldinn var fyrir utan á bæn meðan reykhelsisfórnin var færð. Birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykelsisaltarið. Sakaría varð hvert við sýn þessa og ótta sló á hann. En engillinn sagði við hann: Óttast þú eigi, Sakaría, því að bæn þín heyrð. Elísabet kona þín mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Og þér mun veitast gleði og fögnuður og margir munu gleðjast vegna fæðingar hans, því að hann mun verða mikill fyrir augliti drottins. Aldrei mun hann drekka vín né áfeikan drykk, en fyllast heilugum anda þegar frá móðurlífi. Og mörgum Ísraelsmönnum mun hann snúa til drottins Guðs þeirra. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía, til að snúa hjörtum feðra til barna sinna og gefa óhlýðnum réttlát hugafar og búa drottni alltíðaðan líf. Sakaría sagði við engilinn: Hvernig get ég vitað þetta? Ég gamall og kona mín hníin að aldri. En engillinn svaraði honum: Ég Gabríel sem stend frammi fyrir Guði og Guð sendi mig til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. En nú verðurðu mállaus og getur ekki tala til þess dags þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki orðum mínum, en þau munu rætast á sínum tíma. Og fólkið beið eftir Sakaría og undraðist hve honum dvaldist í musterinu. En hann kom út, gat hann ekki talað og skildu menn að hann hefði séð sýn í musterinu. Hann gaf þeim bendingar og var mállaus áfram. Og þjónustu dagar hans voru liðnir, fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elísabet kona hans þunguð og hún leyndi sér í 5 mánuði og sagði: Þannig hefur drottinn sýnt að honum annt um mig og hefur afmáð hneisu mína í augum manna. En í 7. mánuði sendi Guð Gabríel engil til borgar í Galileu sem heitir Nasaret, til meyjar var föstnuð manni sem Jósef hét af ætt Davíðs, en mærin hét María.
Og engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, Drottinn er með þér. En María var hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana: Óttast þú eigi, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Þú munt þunguð verða og son ala og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans. Og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun enginn endir verða. Þá sagði María við engilinn: Hvernig má þetta verða, þar ef ég hef ekki karlmanns kennt? Og engillinn sagði við hana: Heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, sonur Guðs. Elísabet frændkona þín er einnig orðin þunguð af syni í elli sinni og þetta er 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guði er engin hlutur megn. Þá sagði María: Sjá, ég er ambátt Drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og engillinn fór burt frá henni. En á þeim dögum tók María sig upp og fór með flýti til borgar nokkurar í fjallbyggðum Júda. Hún kom inn í hús Sakaría og heilsaði Elísabetu. Þá var það, þegar Elísabet heyrði kveðju Maríu, að barnið tók viðbragð í lífi hennar og Elísabet fylltist heilugum anda og hrópaði hárri röddu: Blessuð sért þú meðal kvenna og blessaður ávöxtur lífs þíns. Hvaðan kemur mér þetta að móðir Drottins míns kemur til mín? Þegar kveðja þín hljómaði í eyru mér, tók barnið viðbragð af gleði í lífi mínu. Sæl er sú sem trúði því að rætast mundi það sem Drottinn lét segja henni. Og María sagði: Önd mín miklar Drottinn og andi minn gleðst í Guði frelsara mínum. Því að hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar, héðan af munu allar kynslóðir mig sæla segja. Því að mikla hluti hefur hinn voldugi við mig gert og heilagt er nafn hans. Miskunn hans við þá er óttast hann varir frá kyni til kyns. Máttarverk hefur hann unnið með armi sínum og drembilátum í hug og hjarta hefur hann tvístrað. Valdhöfum hefur hann steypt af stóli og upphafið smælingja. Hungraða hefur hann fyllt gæðum en látið ríka tómhenta frá sér fara. Hann hefur minnst miskunnar sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn. Eins og hann hét feðrum vorum, Abraham og niðjum hans eilíflega. En María dvaldist hjá henni hér bil 3 mánuði og sneri síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elísabet skyldi verða léttari og ól hún son. Og nágrannar hennar og ættmenn heyrðu hversu mikla miskunn Drottinn hefði auðsýnt henni og samfögnuðu henni. Á 8. degi komu þeir að umskera sveininn og vildu þeir láta hann heita Sakaría í höfuðið á föður sínum. Þá mælti móðir hans: Eigi skal hann svo heita, heldur Jóhannes. En þeir sögðu við hana: Enginn er í ættinni sem heitir því nafni. Bentu þeir þá föður hans að hann léti þá vita hvað sveinninn skyldi heita.
Hann bað spjald og reit, Jóhannes nafn hans, og urðu þeir allir undrandi. Jafnskjótt laukst upp munnur hans og tunga. Hann fór að tala og lofaði Guð. En ótta sló á alla nágranna þeirra og þótti þessi atburður miklum tíðindum sæta í allri fjallbyggð Júdeu. Og allir sem þetta heyrðu, festu það í huga sér og sögðu: Hvers má vænta af þessu barni? Því að hönd Drottins var með honum. En Sakaría faðir hans fylltist heilugum anda og mælti af spámannlegri andagift. Lofaður sé Drottinn Guð Ísraels, því að hann hefur vitjað líðs síns og búið honum lausn. Hann hefur reist oss horn hjálpræðis í húsi Davíðs þjóns síns, eins og hann talaði fyrir munn sinna heilugu spámanna frá öndverðu. Frelsun frá óvinum vorum og úr höndum allra hata oss. Hann hefur auðsýnt feðrum vorum miskunn og minnst síns heilaga sáttmála. Þess eiðs hann sór Abraham föður vorum að hrífa oss úr höndum óvina og veita oss að þjóna sér óttalaust í heilagleik og réttlæti fyrir augum hans alla daga vora. Og þú, Sveinn, munt nefndur verða spámaður hins hæsta, því að þú munt ganga fyrir Drottni að greiða vegu hans og veita líð hans þekkingu á hjálpræðinu sem fyrirgefning synda þeirra. Þessu veldur hjartans miskunn Guðs vors. Hún lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans og beina fótum vorum á friðar veg. En sveinninn óx og varð þróttmikill í anda. Hann dvaldist í óbyggðum til þess dags hann skyldi koma fram fyrir Ísrael.